Hæ. Núna ætti þetta allt að vera komið inn og eins og venjulega þá ætla ég að fylgjast með þræðinum á símanum mínum til þess að geta séð komment og slíkt. En allavega við hana, verið hjartanlega velkomin á þennan live lestur. Það er nýtt tungl og það er nýtt tungl í Sportreka. Ég er hér í nýju húsnæði og er ennþá komin fyrir, en ég er með tölvuna tengda við hotspot á símanum mínum og það vonandi gengur allt upp og gengur truflanalaust. Allavega við skulum tala aðeins um þetta tungl. Það er nýtt tungl og nýtt tungl í Sportreka. Og eins og venjulega þá á nýju tungli þá skoðum við hvað er að færast upp á yfirborðið hjá okkur, hvað skilaboð fylgja nýju tungli og hvaða áhrif það kemur til með að hafa. Og eins og ég segi, núna er nýtt tungl í Sportreka og Sportrekin er þá sem að kafar inn í dýpið, inn í myrkrið og kafar eftir sannleika og gildum hlutana, má segja, þessum grunni. Sportrekin þarf að fá að hafa þetta allt svolítið á hreinu og kristaltæru og allt upp á yfirborðinu. Ég er með 3 stokka. Við erum með Runic Odyssey, Moonology og Imperial Dragon Oracle og ég ætla bara að setja skjáin niður núna, sýna ykkur spilin og við tölum örlítið um þetta tungl. Svona. Við erum hér með Runic Odyssey, Moonology og Imperial Dragon Oracle. Ég ætla að leyfa ykkur að tengja ykkur við stokkana, velja ykkur einn stokk og tengja ykkur við þetta tungl, eins og ég segi, nýtt tungl í Sportreka. Því fylgir svolítið að, eins og ég sagði áðan, Sportrekin vill svolítið kafa inn í myrkrið sitt, undir yfirborðið, inn í dýpsta kjarna og finna þar grunneðli málsins eða mannsins og þennan grunn sannleika og svona uppsprettu aðstæðna. Þannig að það eru eflaust margir og þó sérstaklega Sportrekar sem eru kannski svolítið að upplega það núna að hafa í rauninni bara enga þolinmæði fyrir svona yfirborðskenndu hjali, má segja, og eru mikil þörf fyrir djúpum samskiptum, samböndum, sérstaklega í nánu samböndum að þurfa að þessa dýpt og hafa, eins og ég segi, litla þolinmæði fyrir eitthvað svona yfirborðs, eitthvað svona upp á grunninum. Núna eru margir sem að vantar svolítið að komast inn í kjarnamálsins. Við erum með Runic Odyssey, Moonology og Imperial Dragon. Við skulum fara í lesturinn og við byrjum á Runic Odyssey. Og eins og ég segi, við erum að skoða svolítið. Það er að koma upp á yfirborðið. Þannig að þetta er alveg svolítið öflugt nýtt tungl. Þegar Sportrekin, eins og ég segi, er sá sem að fer inn í dýpið og rífur svolítið upp á yfirborðið, svona innsta kjarnan og sannleikan. Þannig að við byrjum á því að fá spil fyrir hvað er að koma upp á yfirborðið þessa dagana. Það kemur rúnin Jera sem er árið, sem er hringrásin, uppskeran og áorkun. Svolítið svona uppskera erfiðana og það sem við erum búin að áorka yfir lengri tíma. Þannig að það sem er að koma upp núna hjá mörgum ykkar er þá eflaust það að þið eruð að sjá svolítið árangur erfiða ykkar. Að þið eru að uppskera það sem þið sáðuð
í fyrra eða í vor eða í sumar, þið eru svolítið að sjá árangurinn af erfiðinu ykkar síðasta misserið og það er náttúrulega dásamlegt og eins eru kannski margir sem að eru að klára eitthvað tímabil, eitthvað verkefni, eitthvað hringrás að lokast og það er kannski svolítið að skýrast bara núna þessa dagina og ef við lítum svolítið eins og hvernig samfélag okkar á til að vinna svolítið fyrir sig, það er komið nóvember, við sem erum kannski í námi til dæmis, við erum að fara að sjá fyrir endan á önnunni, það er að styttast í jólin, það er að styttast í áramótin, árið er að verða búið, það er svona að fara að styttast í svona lokunar tíma hér og þar og lokanir á einhverjum ákveðnum hringrásum og við erum svona farin að finna aðeins fyrir því og kannski farin að velta þá fyrir okkur í staðinn hvað næst. Því næst skulum við fá spil sem táknar megin skilaboð þessi nýja tungls. Og það er rúnin Dagast, eða dagur, nýr dagur. Þetta er reyndar bróðurrún ársins, en það er þá vöknunin og sérstaklega svona uppljómunin, eureka momentið, breakthrough. Megin skilaboðin eru þá þau sérstaklega með það að nú eru margir í þessum uppskerutíma og hringrásarlokunum og opnunum að þá eru málin að skýrast hjá mörgum. Augun eru að opnast og vitundin eru að opnast og viljinn er skýrari fyrir mörgum. Þetta hvað næst er skýrara fyrir mörgum. Það er dásamleg tilfinning og sérstaklega þegar þetta er svona uppljómanar moment, eureka momentið, aha, það er þetta sem ég er búin að vera að leita, það er þetta sem ég vil, það er þetta sem ég vil ekki, það er þetta sem ég þarf að gera eða það er þetta sem ég þarf að breyta. Því fylgir ofta þegar við erum farin að nálgast hringrásarlok að við förum inn í, því fylgir ofta þessi vöknunartími sem verður oft til þess einmitt að gömul hringrás lokast þegar við finnum fyrir jákvæðum breytingum, sérstaklega jákvæðum breytingum, að við finnum að, heyrðu, það er hérna eitthvað sem gæti mögulega hentað betur eða verið betra fyrir mig, að þetta er ekki að gera sig, að þegar við höfum þetta aha moment, að þá setjum við stefnuna svolítið skýrar á það að loka gömlu hringrásinu og byrja eitthvað nýja. Þannig að ef þið eru búin að vera að upplifa þessi aha moment, þessi uppljómana moment það hvað er kannski réttari leið fyrir ykkur eða ný leið, þá er mjög skýr skilaboð að það er komið tími til að hlusta á það. Þetta er innsæið og alheimurinn að segja prófa að vera nýja átt. Og þá skulum við fá þriðja spilið fyrir útkomuna. Hvaða afleiðingar þetta kemur til með að hafa. Og það er rúnin Ehvas sem er traust og föruneti. Fyrir sum ykkar mun þetta vera traust á ykkur sjálfum, ykkar eigin getu, ykkar eigin innsæi, ykkar eigin hæfileikum og vitsmunum. En fyrir mörg ykkar verður þetta líka aukið traust á mögulega lífinu almennt, alheiminum, kosmosunum eða í nánu samböndum jafnvel. Við getum alveg tekið þetta þá leið. En að minnst allavega þá er þarna föruneti eða ferð jafnvel, að því að þessi rún getur líka táknað hreyfingu eða framför. Að hér er verið að benda svolítið inn í að treysta þessari breytingu sem er að eiga sér í stað, treystið þessu innsæði sem er að ýta ykkur í þá átt að gera eitthvað nýtt, treystið í að ný hringrás sé að hefjast, það er eitthvað nýtt handa við honni hjá ykkur, treystið aha tilfinningunum ykkar og
finnst vera ákveðin áminning hérna líka að treysta stuðningnum sem þið hafið frá fólkinu kringum ykkur. Þetta er svona ákveðin tegund að trausti, en það er að tákna hér á mjög fallegan hátt. Þið sjáuð skuggamyndin sem er á bak við rúnanda, að þá er þetta hestur og knapi. Að eins og þið vitið þá hestar og menn tala nú ekki sama tungumál, eru með sínar svona sitt táknmál sín á milli og ákveðna hljóðbendingar, en hesturinn þarf að treysta knapanum fyrir lífi sínu og öfugt. Knapinn þarf að treysta því að hesturinn gegni skipunum og hendi sér ekki að baki eða velta sér yfir sig eða hvað nú, rétt eins og hesturinn þarf að treysta því að knapinn hafi sitt besta fyrir rúmi líka. Þetta er þetta ósagða traust. Við erum ekki með neinn sáttmála eða samning, eða það er hvergi skrifað niður, en þetta er engu að síður sameiginlegt traust. Og það sem ég finnst vera að koma skýrast hér fram er að þið þurfið að treysta því að þetta sé rétt átt og treysta innsæðis tilfinningunni. Þá eru rúnirnar komnar og þá tempum við okkur yfir í monologi. Og við byrjum á því að fá spil fyrir það hvað er að rísa hjá okkur, hvað er komið upp á yfirborðið. Það er hér nýtt tungl í Krabba. You and your loved ones are safe. Þú og þínir nánustu eru öruggir. Þannig að það er verið að gefa ykkur áminningu það að það er allt í lagi. Það verður allt í lagi. Þið eruð vernduð og þínir nánustu eru líka verndaðir. Þannig að þið þurfið ekki að hafa athyglina á að passa ykkur nánustu, þið getið sett athyglina á ykkur sjálf. Þetta er svona heilt yfir áminningu það er allt í lagi, þetta verður allt í lagi. Þannig að þú getur haldið áfram að sinna þínu nánasta, eða þínu sjálfi. Þetta er svolítið svona, þú þarft ekki að setja verndarvængina yfir allt þitt. Og þú ert nógu vernduð til að geta tekið áhættur fyrir sjálfa þig, eða það sem þú kannski upplifir sem áhættur. Þú getur leyft þér eitthvað nýtt, eitthvað óvisst, eitthvað sem þú hefur ekki gert áður. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur, þetta verður allt í lagi. Næsta spil er meginskilaboðin frá þessu nýja tungli. Það er fullt tungl, sem sagt tunglmyrkvi, og conclusions are within reach, það er að segja niðurstaða er innan handar. Þetta helst svolítið í hendur við hitt að það eru sannarlega einhverju ykkur sem eru, þá myndi ég segja, að upplifa eitthvað ákveða óöryggi, að aðstæður eru óljósar og eru að bíða eftir niðurstöðum úr einhverjum málum og þangað til upplifa óöryggi gagnvart sjálfum ykkur og fjölskyldunum ykkar. Og það er hér þá áminningu þið eru örugg, þið eru vernduð, niðurstaðan er innan handar, það eru megin skilaboðin. Mér finnst þetta að vera svolítið skýrt hér, ég ætla ekki að dýfa neitt dýpra á það. Þetta er eins og segi, niðurstaðan er innan handar og við skulum sjá hér afleiðingu. Og það kemur nýtt tungl í Vog. A new romantic cycle begins. Ný rómantísk hringrás upphefst. Og já, fyrir einhver ykkar þá má túlka þetta sem svo að
nýtt rómantískt samband gæti myndast. En við skulum aðeins athuga hvað er rómantík. Ef við hugsaum það hreinlega út frá listfræðinni eða bókmenntafræðinni, rómantík er fyrst og fremst þetta sem við hugsum sem fegurð, svolítið svona blómi lífsins, svolítið svona horft í gegnum rósa linsur, þetta gallalausa og fullkomna og stundum alveg svona öfgakennt ástand í fullkomleika. Þannig að fyrir mörg ykkar, sérstaklega ef þau eru að fara gegnum eitthvað óöryggi eða erfiðleika, þá myndi ég segja að það er áminningin að vera vernduð. Niðurstaða er innan handar og bein afleiðingi af því er í rauninni þessi hvíld sem að eftir þessa erfiðleika mun vera svo fullkomin og þannig góð að því er svona ótrúverðug hvíld eða hlé frá erfiðleikum. Svolítið þessi rósrauða mynd af hverju sem það er sem þeir eru að upplifa eitthvað óöryggi með. Að það fer allt svolítið inn í glansramma í smá tíma og fyrir mörg eitthvað verður mjög erfitt að trúa því að hlutinir séu svo góðir, að hlutinir séu svo öruggir, af því við erum mörg þannig gerð að við eigum til að mála skrattan á vegginn og sérstaklega þegar við erum búin að vera ganga í gegnum erfiðleika, sérstaklega langvarandi erfiðleika, þá er mjög erfitt að alltaf trúa örygginu og við búumst alltaf við því að það sé hætta á bara hinum yfir næsta horn. En það er hérna verið að gefa ykkur svona smá skírskotuninni það að þú og þínu nánustu eru verndaðir og þegar að þessum erfiðleikum lýkur þá hefst svona ofboðslega fáránlega, ótrúlega gott tímabil tíma og þá er að gera að njóta þess, leyfa sér að njóta rómantíska partsins í lífinu, þessar fáránlegu góðu tíðar sem að við eigum oft erfitt með að trúa. Leyfa sér að njóta þess og ekki vera að mála skrattan á vegginn, ekki vera hræddur að fara allt í bálabrand svo strax á morgun. Vertu núinu og staldra við og leyf þér að upplifa hversu fáránlega og ótrúlega gott lífið getur verið. Þetta voru monologi sem eru búin að segja sitt og því er næst Imperial Dragon Oracle. Og þá fáum við fyrst spil sem táknar hvað er að koma upp, hvað er að upplýsast, hvað er að koma á yfirborðið. Það kemur adversity, erfiðleikar. Þetta er vagnin, líka táknmynd krabbans. Erfiðleikar kannski ekki alveg rétt orð, en mótlæti má segja, mótstaða, þvinganir, eða kannski ekki þvinganir, mest það ljótt orð, en ögrun. Við skulum halda okkur við það. Ögrun er held ég gott orð yfir þetta hér. Að hér þegar kemur að ögrunum, að þetta er það sem er á þá að koma upp á yfirborðið á mörgum, að mörgum er þá eflaust ögrað og margir eru að upplifa einhvers konar mótlæti eða erfiði og finnst þeir hamlaðir. Það er að segja að þeirra eigin vegferð
hömluð á einhvern annan hátt, að það sé svona pínu einhver handbremsa á manni, maður fari ekki með eitthvað fen. Það er líka áminning það að þegar við erum að fara í gegnum erfiðleika, að já, við getum haldið áfram að hakka á sama staðinn, eða við getum reynt að finna aðrar leiðir. Bæði er rétt. Nú, ef þú ert farin að lemja hausinn við stein, þá er sennilega kominn tími á að skipta stefnu, hvort sem þér líkar það betur að vera. Þegar að hamlanir eru það erfiðar og við bara höggumst ekki og í lengri tíma og erum komin í stöðnum, þá er að gera að finna sér nýja stefnu. Nú á sama tíma þá erum við mörg þannig gerð að þegar við mætum ögrun eða hömlum, að þá einfaldlega hættum við. Þá er áminningin að halda áfram, ekki gefast upp. Við skulum fá meira samhengi í þetta og fá hér megin skilaboðin. Og það kemur The Wounded Dragon, sem er sama og hangin. Megin skilaboðin eru því þau að hér er komin tími á einhvers konar hvíld. Fyrir þá sem eru búin að vera að fara gegnum mikla erfiðleika, þá er komin tími á hvíld, og á sama móti hangin er sá sem að sér heiminn á hvolfi, eða öllu heldur setja sig á hvolf til þess að öðlast nýtt sjónarhorn á hlutina. Það er stundum það sem við þurfum, sérstaklega ef við erum búin að vera að hamra á sama vegnum lengi. Við þurfum hreinlega bara að fara á standa á haus og reyna að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni. Hangin er áminning einmitt þessa stöðnun sem við upplifum oft í lífinu og þörf fyrir nýju sjónarhorni. Hér er hann skýrður Wounded Dragon, það er að segja særðidrekinn í staðinn fyrir hengdidrekinn. Það er líka áherslu upp á að þurfa að gefa eftir og gefa eftir inn í hvíld, sætta sig við í rauninni hlutstöðu sína eins og hún er í dag og ekki vera að þvinga sig áfram, heldur leyfa sér hvíldina. Þetta er svolítið svona 50-50 finnst mér. Það eru tvær hliðar á þessum peningi. Það er þeir sem eru að, finnst mér, hamra alltaf í gegnum sama farið og eru alltaf að lemja hausnum við sama vegginn. Þeir þurfa að skipta sjónarhorn og líta hlutina öðrum augum til þess að geta haldið áfram, til þess að koma í veg fyrir stöðnunina. Og svo eru þeir sem eru búin að vera þjösnast svolítið á sjálfum sér, fara í gegnum þetta eilíðar fen og eru bara orðin langþreyttir, þurfa að stoppa og hvíla sig. Fyrir þessi spil, Imperial, Dragon Oracle, eru að hluta til tarotspil. Þetta eru háspilin úr tarotinu og skýrð aðeins öðrum nöfnum en með svipuð megin skilaboð, og það er svona tarot element í þeim. Fyrir mér snýst tarotið alltaf ljósið og skuggan, og þetta er alltaf svona pínu sitt hvor hliðin á sama peningnum. Hérna er ég að horfa svolítið á báðar hliðar peningsins. Þess vegna er ég að koma með eins og tvær sögur fyrir ykkur sem eru samt náskildar. Við skulum þá fá þriðja spilið sem er niðurstaðan eða afleiðingin. Sólardragon, og það er sólin sjálf sem er hamingjan og gleðin.
og uppljómun, styrkurinn. Hinn upplýsti, og mér finnst það þá í rauninni að miklu leyti segja sig sjálft hér. Sama hvort þú ert sá sem að þarft að auðvitað nýtt sjónarhorn til þess að komast í gegnum hömlun eða stöðnum, að því mun fylgja mikil gleði og þú myndu áorka mikið fyrir vikið. Það mun verða ykkur skona uppljómun við það að breyta stefnu. Og fyrir ykkur sem að eru búin að vera að þjösnast áfram í gegnum þetta fen og eru orðin langþreytt og þurfið stöðnunum, þurfið hvíldinni, þurfið að stoppa á hvíla ykkur og gefa eftir, þið uppskýrir líka gífurlega gleði og endurnýjaða orku, finnst mér. Þannig að þetta hvor þráðurinn sem á við þig endar með gleði, sem að gæti ekki verið betra og ég gæti ekki verið sáttara við þá útkomu, sama hvort það er. Það er alltaf mjög gott þegar að sólin er útkoman, þegar gleðin sjálf og hamingjan er niðurstaðan og útkoman og afleiðingin. Þannig að þetta voru Imperial Dragon Oracle. Þau eru búin að segja sig. Þá er í rauninni þessum lestri lokið. Ég ætla rétt að segja hæ. Hæ aftur. Þetta voru stokkarnir 3 fyrir kvöldið. Nýtt tungl náði hámarki núna klukkan 9:15, þannig að fyrir cirka 10 mínútum. Þannig að mér finnst mjög gaman þegar ég næ að vera með lestrana, þessa live-lestra, þegar að tunglið er í hápunkti. Mér finnst það mjög gaman, þannig að ég ætla að reyna að stefna á það, en stundum virkar það bara ekki alveg, stundum er það bara mjög óhentugt, stundum er það miðja nótt og ég er venjulega sofandi þá. Þannig að, og ég vil líka geta náð flestum live. Þannig að ég er að reyna að finna svolítið út hvaða tímasetning hentar best í það, en mér sýnist eftir venjulegan daglegum tíma mögulega vera besti tíminn. En eins og alltaf, þá getið þið alltaf kíkt á eftir á og tengt ykkur við stokkarna. Það virðist alveg verið að skila sér samt leiðsögnin í það minnsta. Þannig að ég segi þá bara takk herlega fyrir mig. Þetta er alltaf ánægjulegt. Svo sjáumst við aftur eftir það bil 2 vikur á fullu tungli. Þannig að takk fyrir mig og verið bless.